Herdís Þorgeirsdóttir gefur kost á sér til embættis forseta Íslands. Þetta tilkynnti hún á blaðamannafundi síðdegis, en þar kom fram að hún vilji með framboði sínu leggja áherslu á virkara lýðræði og eflingu mannréttinda í samfélaginu. Hödd Vilhjálmsdóttir. Herdís hefur víðtæka reynslu af störfum sínum sem mannréttindalögfræðingur á alþjóðavettvangi, prófessor og fræðimaður, auk þess sem hún í forsvari fyrir Evrópusamtök kvenlögfræðinga. Hún segir þá sem kalla eftir framboði hennar deila sín með henni á mikilvægi eflingar mannréttinda og virks lýðræðis í samfélaginu. Og þeir hugsanlega vita að ég hef í rannsóknum mínum fjallað mikið náin tengsl stjórnmála, fjármálaafla og fjölmiðla og þá hættu sem slík tengsl skapa lýðræðinu. Herdís segir framboði kostað af þeim sem styðja við framboð hennar og eru aflögufærir. Hún hefur ekki leitað eftir fjárhagslegum stuðningi ákveðina aðila. Ég vildi ekki vera skuldbundin einhverjum stórum hagsmunaaðilum, heldur fer ég fram sem einstaklingur í þessu landi til að sýna fram á að völdin eiga að virka í okkar þágu og að við eigum að geta boðið okkur fram til að stjórna landin okkar á verðleikum. Hún finnur fyrir miklum stuðningi úr mörgum áttum. Ég hef í kringum mig vini mína, fyrst og síðast, en ég hef fundið fyrir stuðningi hér og þar. Herdís Þorgeirsdóttir tilkynnti í dag framboð til forseta Íslands. Hún lýsir framboði sínu sem tilraun fyrir lýðræðið í landinu. Herdís boðaði til blaðamannafundar í Listasafni Reykjavíkur í dag þar sem hún tilkynnti framboð sitt. Herdís doktor í lögfræði á sviði mannréttinda og stjórnskipunar og hefur starfað að þeim málum undanfarin ár. Hún segir að þar liggi hennar áherslur varðandi framboðið. Þjóðin þarf öflugan málsvara, mannréttinda og lýðræðis. Og ég óhrædd á þeim vettvangi og ég tel að leggi ég áherslur á þær hugsjónir geti ég starfað í sátt við þjóðina. Vefsíða framboð Herdísar verður opnuð á næstunni. Hún segist þó ekki vera að fara af stað með umfangsmikla starfsemi í tengslum við áform sín. Þetta framboð sem í raun og veru að taka sín fyrstu skref og eins og ég hef sagt þetta tilraun fyrir lýðræðið að vilji fólksins í landinu sé sá vilji að kjósa mig til embættis forseta Íslands, að sá vilji sé máttugri en fjármálaöflin og að einstaklingur sé ekki tilneyddur til að hefja sín fyrstu skref til framboðs á opinberum vettvangi í þágu þjóðarinnar með því að leita til stórfyrirtækja stuðning.